Jæja, Gunnleifur Gunnleifsson, nýbúinn að skrifa undir 2 ára samning. Hvernig tilfinningin? Hún góð, sjálfsögðu. Ég bara mjög stoltur og þakklátur og mér líður bara mjög vel, hamingjusamur. 2 ára samningur fyrir fertugan mann, þetta hefur vakið töluverða athygli. Nú hefur Stanley Matthews spilað þá 51 árs. Hvað heldur að þú verðir lengi í boltanum? Það ekki gott að segja. Þetta mér líður vel og finnst þetta skemmtilegt og þá ekkert til fyrirstöðu að ég spili eitthvað áfram en ég tek bara stutt í einu og reynir bara að hugsa vel mig og eins og ég hef gert og það ekkert til fyrirstöðu að ég geti spilað lengi. Nú hefur gengið ágætlega hjá Blikaliðin í sumar. Hverju viltu þakka það? Það að sjálfsögum margt sem kemur að. Ég held að fyrst og fremst svona í hausta þegar þjálfarnir, við erum náttúrulega með góðan hóp, þetta eru góðir fótboltamenn strákarnir en það þarf meira til og þegar þjálfarnir taka við í hausta þá koma þeir inn með ákveðin, koma með gríðarlega metnað. Það er að rífa félagið upp á fleiri stöðum heldur en inn á vellinum og við svona fylgjum með, það er ekki hægt að rífast með og það ég held að það sé risastór partur í því að okkur gengur bara sæmilega. Næstu skref fyrir svona fylkisleikur á mánudaginn, hvernig verður undirbúningur í vikunni? Hann verður hefðbundinn bara, við höfum eftir að klára að kryfja frammistöðu okkar í gær á móti Fjölni, það verður gert og svo svæfum við hann og förum að undirbúa fylkisleikinn og hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að verjast og sækja á þetta fína fylkislið. Hvaða ráð áttu handa ungum knattspyrnumönnum og konum til að standa sig í framtíðinni? Ég held að það er ágætisráð að meta það sem maður hefur, meta heilsuna, sýna fótboltanum virðingu og fólkinu sem er í kringum fótboltan og einmitt njóta stundarinnar og gefa sér allan í verkefni. Nú varst þú valinn maður leiksins í gær í 3. sinn. Á von á bókargjöf. Áttu von á bókargjöf. Málið bara að við erum eiginlega búin að klára allar bækur sem við höldum að þú hefur, þannig að við ætlum bara að biðja þig að fara inn á heimasíðuna hjá Bjarti og Veröld og velja þér þína eigin bók. Þannig að það er bara frjálst val, þannig að það er alveg bara til hamingju aftur í 3. sinn. Takk fyrir Andrés. Takk. Við þekkum Gunnleifi fyrir og vonumst til að sjá hann á vellinum bara í hörku formi eins og hingað til.